4x4 ævintýraferðir eru lífilegt fjölskyldufyrirtæki í Grindavík. Sigurður Óli Hilmarsson stofnaði fyrirtækið árið 2007 ásamt sonum sínum, þeim Jakobi og Kjartani. Fyrirtækið býður upp á fjórhjólaferðir í nágrenni Grindavíkur og þeir bræður sáu reksturinn fyrir sér sem ágæta aukavinnu með öðru starfi. Nú, 9 árum síðar, fyrirtæki eitt af stærsta hér á landi í ævintýraferðum á fjórhjólum með starfsmenn í 7,5 stöðugildi allan ársins hring og marga starfsmenn sem mæta í útköll þegar mikið að gera. Jæja strákar, þetta mikið fjör hérna á fjórhjóli, en hvernig byrjaði þetta ævintýri hjá ykkur? Þetta byrjaði eiginlega þannig að við vorum náttúrulega búin að vera að ferðast svæðið og alls konar leiktækjum. Við bræðurnir á samt félögum og svo datt okkur bara í hug þegar maður búin að sjá alla þessa náttúru sem falin hérna út allt. Hvort það væri ekki bara sniðugt að kynna þetta fyrir útlendingum og svo náttúrulega byrjaði þetta samt eiginlega með Íslendingum. Þar var bara orðsporið sem hélt okkur gangandi til að byrja með. Og svo bara vattið upp á sig. Við fórum náttúrulega að setja bara upp leiðir og gera skemmtilega ferðir með hópa og starfsmannaferðir mikið. Og svo fór útlendingurinn náttúrulega aukast. Við náttúrulega byrjuðum 2007, það herrans ár. Já. Og útlendingarnir hafa náttúrulega komið meira og meira síðan þá, eins og þegar við örugglega fundið fyrir hana. Þannig að við byrjuðum náttúrulega í því í byrjun að vera bara með hópa og þannig að þá var þetta bara svona auka vinna með, þannig að við tókum bara mótið þeim þegar það var bókað. Svo fór þetta að þróast meira út í það að það var meiri túristi sem var lappandi götunar og þá fórum við að taka á móti daytúr líka, þannig að þá erum við að sækja í Reykjavík 4 sinnum á dag og fara með ferðir allt frá klukkutíma og upp í heilan dag og erum meira saman búin að plana núna 2 daga ferð sem bara á Reykjanesinu. Fyrir dagurinn þá tökum við vestari partina á Reykjanesinu, Gunnuhver og Eldvörpin og Sandvíkina og kvöldið þá förum við í Bláa lónið og daginn eftir þá tökum við austari partin og kíkjum á Seltúnið, Djúpavagsleið og þetta náttúrulega bara algjör perla sem við höfum hérna. Mikið af stöðum þar sem hægt að fara og vera úti í náttúrunni og á þessu skemmtilega farartæki sem fjórhjólið Já, klárlega. Það alveg fullt af stöðum og mikið af tækifærum. Við erum náttúrulega með Bláa lónið í bakgarðinum, þannig að við seljum eiginlega eitt svona mest selda fjórhjólakombo á Íslandi og ef einhverjir Íslendingar ekki búin að prófa það, þá ættu þeir að fara að kíkja á það. Það ATV Blue Lagoon, það fjórhjól, Action and Relax, það bara perfect combo. Það út að segja að dótakassin í ævintýraferðunum sé veglegur, en þar eru 44 hjól sem eru öll af Can-Am gerð. Við erum alltaf verið í 8 ár og pröfa margt og endum alltaf á sama stað í þessum hjólum sem eru bara endingu góð og flott og við erum að endurnýja flotann mikið núna. Og svo erum við með buggybíla Polaris og við erum með 45 tæki. Já, við erum með 44 fjórhjól sem eru öll 2 manna og svo erum við með einhverja 3 bíla. Þeir eru 4 manna. Við höfum mikið verið að fókusera á fjölskyldur með þá, þannig að kannski mamman og pappin geta skipst á að keyra og með krakkana aftur í. Þeir bræður eru ekki eingöngu með fjórhjól og buggybíla því fyrirtækið einnig með útleigu af fjallahjólum. Þar hefur allur búnaður verið endurnýjaður og þar eru nú til leigu 29 fjallahjól. Þá erum að hjóla í kringu Bláa lónið og byrjum ferðir á sumrin alla daga á mótana og það er orðið mjög vinsælt. Kjartan segir að Sandvík á Reykjanesi heilli marga útlendinga. Þeir hafi mikinn áhuga á svörtu ströndinni. Útlendingan eru alveg hútt á þessum svörtu ströndum og náttúrulega öll sagan sem við höfum í Sandvíkinni með Clint Eastwood og allt þetta. Og svo sér maður náttúrulega heimsálfunar koma upp frá sjónum inn á ströndina og þar eru menn alveg heillaðir og þar eru við náttúrulega með heimabakaðar kleinur og kakó og það er náttúrulega bara upplifun sem þú gleymir seint, sko. Jakob og Kjartan segja að það þurfi eldmóð og áhuga til að fara í svona rekstur. Það taki tíma að byggja upp reksturinn og þeir hefðu farið í eitthvað allt annað ef þeir hefðu ætlað sér að verða ríkir. Þetta bara þannig í ferðaþjónustunni, þú opnar ekki og peningarnir streyma bara inn. Þetta fyrsta 1,5 til 3 árin, þá þetta yfirleitt rólegt hjá fólki og þá mátt ekki vera búin að vera offjárfesta en þú verður að vera duglegur að koma þér á framfærir og annað, sko. Því að náttúrulega eins og, markasetning alltaf númer 1, 2 og 3 en fara hægt í það og svo bara kemur við sterkari og sterkari inn með árunum, sko.
Við spurðum þá bræður hvort þeir hefðu getað séð fyrir sér þann vöxt sem orðið hefur í ferðaþjónustunni á síðustu árum. Vöxturinn hérna hefur náttúrulega verið umfram væntingar og líka bara almennt sko. Þegar við byrjuðum þá voru flestir að loka bara svona í september, opna aftur bara í maí en í dag janúar, febrúar orðnir góðir mánuðir og jólin eru bara blómstrandi og þannig að þetta alltaf að auka sko líka veturinn sem náttúrulega heillandi fyrir fyrirtæki að geta lifað af veturinn. Þetta var náttúrulega alltaf draumur hjá okkur að við gætum unnið við þetta bræðunir og pappa okkar líka náttúrulega sko. En ég held að okkur hafi aldrei órað fyrir að við erum með 7,5 stöðugildi 9 árum seinna sko. Eru þið að fara eitthvað lengra með þetta? Eru lengri túrar með miklum veitingum? Eru það að grilla fiskinn og eitthvað hérna fyrir þá? Já, það mjög vinsælt hjá okkur núna að taka fjórhjólaferð og fara út á strönd eða aðra staði og það grillað fyrir fólki, tekið á móti því og það eru náttúrulega veitingastaðir sem kom inn í það og svo endaði ég vel í lóninu á planinu þar og hjólinn flutt í burtu og alls konar svona töffaraskapur. Örn í Soho hefur verið með beikonvaðum skötusel og grillað lamb fyrir útlendingana sko. Þeir eru alveg heillaðir yfir því sko. Fyrirtæki þeirra feðga fær góða dóma á TripAdvisor og hefur verið með 5 stjörnur allt frá upphafi. Þeir bræður segja vefinn veita ferðaþjónustunni gott aðhald. Þeirra fyrirtæki og Bláa lónið hafa skipst á að skipa efsta sæti þegar kemur að áhugaverðustu afþreyingunni í ferðaþjónustu á Reykjanesskaganum. Þetta mikið aðhald fyrir bæði starfsmenn okkar og okkur sjálfa til að gera vel og maður þarf bara að skila kunnanum ánægjum þótt svo að auðvitað alltaf til einhverju sem að kvarta bara yfir einhverju eða ósáttir að væri annað óeðlilegt ef við tækjum hérna móti 10.000 manns á ári og enginn væri óánægður. Það væri mjög ótrúlegt eiginlega.